Á 8. áratugnum spratt upp sú hugmynd að besta leiðin til að byggja betra samfélag væri að hætta að reyna að byggja betra samfélag. Best væri bara að sleppa og slappa af. Stóru samfélagstilraunirnar höfðu alltaf mistekist og engu skilaði nema gremju, stöðnun og verðbólgu. Af hverju ekki að pröfa eitthvað nýtt? Af hverju ekki að pröfa nýfrjálshyggjuna? Nýfrjálshyggjan lofaði okkur að ef við lækkuðum skatta á hinn ríku, þá myndu þau búa til meiri verðmæti. Skatturinn tekur peninga af þeim sem skapa og setur þau í hendurnar á þeim sem eyða þeim, opinberum starfsmönnum. Væri ekki nær að láta fólki sem býr til peninga halda peningunum svo þeir geti búið til enn meiri peninga. Þannig væri til fleiri störf og meiri peningur sem þýðir að ríkissjóður fari enn meiri pening í kassan þótt skattarnir hafi verið lækkaðir á hinn ríku vegna þess að kakan stækkar. Hinn ríku geta nefnilega bæði étið kökuna og stækkað hana. Hættum að rífast til hvernig við skiptum kökunni og stækkum hana bara. Af hverju hafði engum dottið þetta í hug áður? Og hvers vegna að láta ríkisvaldið setja þeim reglur og skilyrði sem eiga fjármagnið og fyrirtækin? Hvað er það? Að láta ríkfallna ríkisstarfsmenn leggja línurnar fyrir frumkvöðuna, þau sem skapa verðmætin? Nei, sleppum hinnum ríku lausum. Skattar voru lækkaðir hjá fjármagns- og fyrirtækjaeigendum og þau yrðu enn ríkari. En kakan stækkaði ekki neitt og ríkið fékk enga peninga í staðinn fyrir þá sem það gaf eftir til hinna ríku. Ríkið safnaði skuldum. Hvað gerum við þá? Getum við ekki selt bankana og póstinn, síman og alls konar? Hvað er ríkið líka að eiga eitthvað svona? Og af hverju einkavæðum við ekki fiskimiðin, orkuna, náttúruna og auðlindirnar? Þessu er best komið í höndum þeirra sem kunna með það að fara. Hinna ríku. Nú, duð þetta ekki til? Ef við eigum ekki fyrir heilbrigðisþjónustu, þá verðum við bara að láta þau sem nota hana borga. Það er líka eðlilegt. Fáránlegt að sé ókeypis að vera veikur. Ha? Er ennþá halli á ríkissjóði? Eftir hvað? Skattalækkanina til hinna ríku? Ansans. Þá verða hinn bara að borga hærri skatta. Frystum persónuafsláttinn, lækkum barnabætur, hækkum skatta á fátækasta fólkið. Já, það hefur gott að því að taka eitthvað þátt í þessu samfélagi. Hinn ríku get ekki borið þetta allt ein. Skattleggjum öryrkja, eftirlaunafólk og fátæka. Þeim er nær. Ef þau vilja ekki borga skatta, geta þau bara hætt að vera fátæk og orðið rík. Ekki borgum við ríka fólki skatta. Veistu af hverju? Veistu það ekki? Því annars yrðum við aldrei svona rík. Þá værum við bara umkomulaus eins og öryrkjarnir. Getur ríkið ekki borgað fyrir mig launin sem þarf að borga starfsfólkinu? Eða til að reka starfið og fyrir að loka fyrirtækinu eða opna það aftur? En ef ég kalla nýja bílinn minn nýsköpun eða þróun, get ég þá ekki fengið skattaafslátt á það? Og fyrir að kaupa hlutabréf? Og vélinn sem ég langar að kaupa, má ekki segja að hún sé umhverfisvæn til að fá skattaafslátt? Ok, líður mér betur? Nei, mér líður rassnalega, eins og ég fái aldrei nóg. Af hverju má ég ekki eiga flugvöllinn og vegina? Af hverju þurfa allir að eiga það sem ég get allir sátt? Þú veist, hvað hafa allir gert nokkuð tímann til þess að geta fá að eiga allt? Er það ekki ég sem ger allt þetta? Ég vil eiga vötnin og árnar, ég vil eiga fjöllin, hverina og eldgosin, ég vil eiga elliheimilin, dagheimilin, spítalana, skólana, bankana. Ég vil eiga alla peningana. Ég vil eiga fólk. Eða allavega leigja fólk. Get ég leitt fólk til þess að halda á mér og tollera mig, hlæja þegar ég vil að það hlægi, hvetja mig áfram. Í kosningunum eru aðeins 2 valkostir. Annarkvort leyfum við nýfrjálshyggjunni að gleypa í sig samfélagið eða við losum okkur við hana og kjósum hinn valkostin. Sósíalisma. Sósíalismi er frelsisbarátta almennings gegn ofurvaldi auðsins. Sósíalismi er krafan réttlæti og jöfnuð. Krafan að samfélagið verði byggt upp frá hagsmunum, vonum og væntingum fjöldans, en ekki græðgi og frekju hinna fáu. Kjóstu með hjartanu 25. september.